Hér ætlum við að teikna föll þar sem veldisvísirinn breyta. Það að segja, ég hef skipt föllunum upp í tvo hópa hérna. Í sama sem 2 í extra, 1,2 í extra og 3,5 í extra. Og hitt aftur í sama sem 0,2 í extra, 0,5 og 0,8 í extra. Og það ákveðin ástæða fyrir því að ég skipti þessu upp sem við sjáum bráðum. Ef við skoðum þetta svona frá grunni að þá í raun og veru einfaldasta eða mest svona gamaldags eða svo áferð sem við eigum kannski best að kunna einfaldlega svo að velja okkur x-gildi og reikna y-gildi. Og ef y sama sem 2 í extra og ég vel gildi eins og -2, -1, 0, 1 og 2, að þá fæ ég 0,25, 0,5, 1, 2 og 4. Og þegar ég teikna þetta, þá ég bara að teikna punktana -2,0,25, -1,0,5, nú síðan kemur 0,1, 1,2 og 2,4. Og þegar við teiknum þetta, þá einfaldlega gerum við hnitakerfi eins og við lærðum í 200 og jafnvel fyrr og setjum inn þessa punkta -2,0,25, -1,0,5, hér ég komin upp í 1, þetta hérna 1 og svo þegar ég setja inn +1 og fæ 2, set inn 2 og 2,4, 1, 2, 3, 4, þetta svolítið frumstætt að vera að teikna hnitinu leið, en ég sem sagt að fá mynd sem lítur einhvern veginn svona út. Og þetta auðvitað eins og ég segi frumstætt að gera þetta svona, þannig ef við erum með grafíska reiknivél þá gerum við þetta fyrir okkur. En ef ekki, þá þetta einfaldlega mátinn að gera hlutina á og við getum gert þetta sama fyrir 1,2. Núna ég ekki að pikka inn punktana hér. Ég get þó sagt ykkur að því talin lægri en 2, þá verður fallið aðeins minna bratt. Skulum hafa það grænt hérna. Það verður aðeins minna bratt, þannig það verður kannski aðeins meira svona einhvern veginn. Þetta ótrúlega klúrt hjá mér, ég viðurkenni það. Og svo ef ég setja inn 3,5, að þá verður það brattara. Þá verður það, gengur alltaf í gegnum 0,1, því sérhver tala í núlltaveldi 1. Og þá fengi ég eitthvað svona. Nú sama gerist þegar ég tekna hinn föllin. Það að segja 0,2, 0,5. Við skulum kannski byrja á því að taka 0,5. Ef ég bý til gildistöflu fyrir það, við skulum færa okkur hérna. Nei, ég ætla að fara með hans hérna neðar. Og segja ef ég ætla að teikna í sama sem 0,5, setja inn sömu tölur, -2, -1, 0, 1 og 2. Og þá fæ ég upp úr þessu fyrsta hérna 0,5 í mínus öðru veldi, það verða 4, 0,5 í mínus fyrsta veldi, það eru +2, þetta prófum því bara í reiknivél, einhver tala í næsta veldi alltaf 1, svo fengi ég 0,5 og 0,5, þetta var ekki fallegt, 0,5 í öðru veldi 0,25, hopp, og svolítið kvikt hérna hjá mér. Þannig í þessu tilfelli yrði myndin öfug á við það sem var áðan. Ég fengi sem sagt -1 og -2, 1 og 2, hér ég að búa til hnitakerfi. Ég fengi -2,4, það var í fyrsti punkturinn. Svo fengi ég -1,2, hann var hér. Svo fengi ég 0,1. Hann sjálfsögðu hér. Ég fengi 1,0,5 og lokum 2,0,25 og þá yrði fallið á þennan hátt hér. Þetta ekki alveg vel teiknað hjá mér. Og sama myndi gilda hin föllin sem voru þannig þessari hægri grúppu, þar að segja
hinn voru 0,8 hvað er að gera þetta, 0,8 í eksta og 0,2 í eksta. 0,8 í eksta yrði brattara, 0,2 í eksta yrði minna bratt, þannig að við fengjum svona annars vegar og svona hins vegar. Þannig að þetta getur þið bara gert, en að sjálfsögðu er leyfilegt að nota grafíska reiknivél og þá í raun og veru þarf maður ekkert annað heldur en að slá inn grafið hvert fyrir sig og þá fær maður myndina. Ef maður er ekki með grafíska vél þá reiknar maður sjálfsögðu þessi gildi samt í vél, það er að segja við reiknum inn 0,5 og svo notum við veldistakkan á vélinni og setjum svo inn gildið -2 til þess að fá út gildið 4, það er að segja fyrsta punktin hérna og svo kollakolli. Þannig að þið ráðið hvað þið gerir, hvort þið notið grafíska vél, en þið eigið allar gott að hafa, við erum ekki mikið að teikna svona föll, en við erum allar gott að hafa svolítið skilning á því hvernig þau eru byggð upp. Og sameiginlegt með öllum þessum föllum hérna, bæði þessum hóp hér og hinum hópnum áðan, er að þau ganga öll í gegnum punkti 0,1, af því einhver talin núlltaveldi er alltaf 1, þannig að sá punktur er fastur. Nú og síðan annað sameiginlegt að ef að grunntalan, það er að segja talan sem við erum að setja upp í veldi, ef hún er stærri en 1, þá verður fallið vaxandi upp á við á þennan hátt hérna, en þegar hún er minni en 1, það er að segja 0, eitthvað, að þá verða fallin minnkandi eins og þau voru á seinni myndinni. Þannig að það er þetta tvennt sem við þurfum að vita.